Sigríður Sigurjónsdóttir, prófessor í íslenskri málfræði við Háskóla Íslands, sérfræðingur í barnamálsfræðum og máltöku barna. Sigríður skoðaði tillögurnar í hópi barna og unglinga 15 ára og yngri og hópi ungs fólks á aldrinum 16 til 25 ára. Hún segir okkur nú frá því hverju hún komst að í pistlinum Orð unga fólksins. Gjörðu svo vel, Sigríður. Góðu gestir, eins og Anna nefndi þá ætla ég að ræða nokkur atriði sem einkenna orðin sem söfnuðust og þá einkum orð unga fólksins. Og með þessu vonast ég til að þið fáið smá yfirsýn yfir orðin sem okkur bárust í söfnuninni. En hvað á ég við þegar ég tala unga fólkið? Og við skiptum þáttakendum í 3 aldurshópa. Í aldurshópi 1 eru þeir sem fæddir eru eftir ársbyrjun 1998 eða eru 15 ára og yngri. Í aldurshópi 2 þeir sem eru 16 til 25 ára og í 3. aldurshópnum þeir sem eru 26 ára og eldri. Og unga fólki tilheyrir aldurshópum 1 og 2, það er sem sagt 25 ára og yngra. Og alls bárust tillögur frá 8.500 einstaklingum og af þeim voru 1.250 tillögur frá yngsta aldurshópnum og 600 frá miðhópnum. Og þannig að 22% tillagnanna komu frá fólki sem var 25 ára og yngra. 15% frá hópi 1 og 7% frá hópi 2. Þannig að það voru svona 78% tillagnanna frá fólki sem var 26 ára og eldra. En ef við lítum nú á einkenni orðasafnsins almennt, og þetta eru þá atriði sem eiga við alla aldurshópana 3. Ef við skoðum orðflokkana þá eru nafnorð langalgengust, lýsingarorð og sagnorð kom þó einnig fyrir og stöku smáorð, svona orð eins og núna, jæja, vá, svona atviksorð, svo Auður nefndi. Rökstuðningur þáttakanda fyrir vali orðana tengdist oftast merkingu þeirra, en hljómur orðana, stafsetning og málvöndunarsjónarmið skipta einnig máli. Orðin merktu líka allt milli himins og jarðar, en orð sem lýsa náttúru, veðri, jákvæðum tilfinningum og eiginleikum, ákveðin stemningu og ættjarðarást voru algeng. Og í þessum örpistli mínum ætla ég aðalega að tala rökstuðning þáttakanda og merkingu orðana. Og ef við skoðum fyrst rökstuðning þáttakanda fyrir vali orðana, þá velja langflestir orðin út frá merkingu þeirra eða hverju þau lýsa. Og hérna eru nokkur dæmi frá unga fólkinu og athugið að ártalið sem fylgir hverju dæmi er sem sagt fæðingarár þess sem sendi þessa tillögu inn. Og það er alveg skemmtilegt þarna hús, þetta er 5 ára barn sem segir tilnefnir orði hús, rigningin fer þá ekki á mann og maður er í skjóli frá vindinum. Svo er gaman að bera saman þarna ást og elska, kannski rökstuðningurinn fyrir elska, kannski hæfur betur svona 7 ára barni, þá var maður að hugsa vel foreldra sína, en ást sem að þessi 6 ára sendir inn, þetta er skemmtilegt, þá verður maður línur og líður vel í hjartanu og maður starir á þann sem maður er ástfanginn af, það setja aldrei bráþroska. Og svo er gaman þarna netfang líka, kannski aldrei gaman að því að stundum er ekki alveg svona viðurkenndar skýringar sem fylgja á merkingu orðana. Netfang, það er eins og maður sem er netið í fanginu, segir þessi. Þetta er allavega allt skemmtilegar tillögur. En það var ekki bara merkingin þó að það veri algengast. Sumir rökstyðja val sitt á orðum með hljómi eða hljóðum orðana og þið sjáu þarna könguló sem að 7 ára barn sendir inn. Maður setur svo flottan stút á munnin og svo hljómar það svo fallega. Ég tek bara nokkur dæmi slapp, það útskýrir hljóðið, maður heyrir, maður gengur í slappinu það ekki, slapp, þetta hljómar eins og þetta, svo merkingin. Og svo er þetta aldrei skemmtilegt þarna síðasta dæmið, þá sjáum við að unglingarnir, svona þegar við komum á unglingastigið, þá eru unglingarnir aðeins farnir að slá svona sig með svona fræðiheitum, einfaldlega vegna önghljóðana, orðið baðuvíkt tilnefnt út af önghljóðunum. Í víkt, líklega, baðuvíkt. Stafsetning orðana skipti einnig máli og það var til dæmis algengt, kannski meira hjá eldra fólkinu eða fullorðna fólkinu að þau rök væri notuð fyrir fegur orðana að sér íslenskir bókstafir eins og þ, eð og æ kæmu fyrir í þeim.
og þið sjáu þarna skúffa frá 9 ára barni að hafa þessi 2 F hlið við hlið og A og eftir flott, það rökstuðningurinn sem fylgir orðinu skúffa. En uppáhald mitt nú orðið hrygggigt sem reynda frá fullorðnum, ég gat bara ekki staðist að freistingu að láta það fylgja hérna með. Sem sagt, orðið hrygggigt var sem sagt tilnefnt sem fegusta orð íslenskra tungu, aðalega af því að þar eru 4 G á 5 stafa bili, mjög skemmtilegur rökstuðningur. Svo voru málvöndunarsjónarmið einnig algengur rökstuðningur, einkum hjá unglingunum í efstu bekkjum grunnskóla og í framhaldsskólum. Og þeir tilnefna gjarnan gamalt eða fornt orð og rökstyðja val sitt með því að það sé betri eða fallegra en orð sömu merkingar sem gjarnan notað í nútímamáli. Og það má segja kannski að þetta endurspegli svona dálítið íhaldssama afstöðu til málsins og eflaust skólalærdóm. Og ef við lítum á nokkuð dæmi þá sjáum við hérna knár, flott gamalt íslenskt orð yfir snjall, lausamjöll, ég alveg sammála því að það er fallegri en púðursnjór sem svona, eða ekki ensk sletta af þessu leyti, powder snow. 4. orðið dögurður, fallegri en morgunverður, rölta, fallegri en labba, svo þetta er skemmtilegt þarna unnusti eða unnusta, tökuorðin kærasti og kærasta eru hræðilega afsprengi úr dönsku, þannig að sjá að unglingarnir eru nokkuð harðir í þessu, bugðótt, betra en hlykkjótt eða svegist og svo nefnaði þarna tölva og þyrla, nokkrir falleg nýyrði sína sköpunamátt íslenskunnar. Og þá erum við komin að merkingu orðana, hægt að tala rökstuðningin. Merkingu orðana eða svona hverju þau lýsa og það var eitt atriði sem ég tók eftir því að var að skoða orð unga fólksins sérstaklega að tillögu barnanna, sem sagt barnanna, yngstu þáttakandana, eru oft svona almennari en tillögu fullorðna fólksins sem sendir frekar inn sértækari orð. Þannig að maður segja að tillögu barnanna séu frekar svona svokölluð yfirhugtök en svokölluð undirhugtök einkenna eins og að frekar orðasafni frá fullorðnum. Og þannig senda börnin til dæmis inn bara orðin dýr, fjall, ský og vatn. Þetta eru bara þessi yfirhugtök. En fullorðni senda frekar inn orðin svo sólskríkja, kakkalakki eða einhver orði yfir svona mismunandi tegundi dýra, herðubreið, fjallið herðubreið, glitský, lækjar, sitra og fleira slíkt. Þannig að orð fullorðina eru svona sértækar en almennari hjá börnunum. Náttúruorð eru mjög algeng eða sem sagt orð sem lýsa náttúrunni í öllum sínum fjölbreytileika og þau eru algeng bæði hjá unga fólkinu og fullorðnum og hér eru nokkur dæmi frá unga fólkinu. Við erum kannski ekki mikinn tíma til að vera að skoða þetta en þetta eru svona dýr, blóm, heimurinn eða náttúran og svo ýmislegt og þetta eru þetta líka frá unglingunum alveg upp í 25 ára. Orð sem lýsa veðurfari eru mjög algeng í máli fullorðina en eru hins vegar miklu sjaldgæfir í safninu frá unga fólkinu og þetta eru öll þau veðurfarsorð sem ég fann frá unga fólkinu en þeir samt sem aður senda inn unglingarnir líka einhver svona veðurfarsorð. Tilfinningaorð og orð sem lýsa svona jákvæðum eiginleikum eru algeng hjá öllum hópum, þetta eru svona hjartnæm orð og þetta eru dæmi frá unga fólkinu. Svo má nefna hérna svona stemningsorð, þau komu fyrir líka hjá báðum aldurshópum og þetta er alveg skemmtilegt svona eins og föstudagur, heima, sæng, værðarvoð og með þess að sítrónute, það er svona ákveðin stemning sem fylgir því greinilega og svo eru margir farnir að hugsa til jólana þarna í október, það er friður, kertaljós, jól, desember, jólabókaflóðið og svo framvegis. Það eru líka orð tengd ættjörðinni, forn orð og skáldskaparorð og það má segja svona ást á föðurlandinu komið fram í safninu, það er Ísland, það er landið okkar, eða Ísland er fegursta landið, getur að skafa því neitt, Eyjafjallajökull, útlendingar get ekki sagt það, Norðurland, það hljómar mjög íslenskt, norðlendingar ætti að kunna með þetta, föðurlandsást, fjallkona, skýr og þjóðarstolt og svo eru svona gömul orð eins og jarðepl og sjálfrennireið og sem að unglingarnir einmitt eru duglegir að senda inn eins og ég talaði áðan. Og svo orð úr skáldamáli, orð frá Jónasi Hallgrímssyni algeng, Matthías Jochumsson og og Halldór Laxness til dæmis. Eins og þarna hraundrangi, rósfingru, klóku, gulur, kveldróðaglóð og draumsnillingur. Og að lokum eru hérna bara svona nokkur skemmtileg dæmi sem ég stóðst ekki mátið að koma með. Þetta er svona kannski dálítið út í hatt skýringarnar við sum þessara orða, sjáum hvolpur, þetta er hérna 6 ára barn sem sendir það inn af því hann geltir aldrei í rökstuðningurinn. Fossar eru mjög flottir og dýrmætir, þeir geta farið svakalega hratt.
Stjarna, þetta 9 ára barn sem sendir inn stjarna því að það fallegri en orðið ristavél. Og nær þess ekki alveg, en mjög skemmtilegt. Aða, það falleg stutt og rægt að lesa í báðar áttir. Það krakkarnir aðsvarnir eldri og farnir svona að leika sér með málið. Og svo voru sumir unglingarnir mjög uppteknir á orðinu kviðmáar. Eins og kemur fram þarna. Íslendingar eru sérfræðingar í að finna leið til að tengjast hverjum öðrum, þó fáir vilji viðurkenna þessi tengsl. Þannig að þetta skemmtilegt. En takk fyrir.